Pollamótið í rauninni bara risa hátíð, þetta í rauninni bara festival sko, fyrir þá sem að hafa einhvern tímann sparkað í bolta og eru kannski kominir af sínu besta skeiði. Þetta þannig að kallar þurfa að vera orðnir 30 og konur þurfa að vera orðnar 20 til að fá leyfi til að keppa á Pollamótinu. Og það eru 6 deildir, það eru 3 kvennadeildir og 3 karladeildir, þannig að það ættu allir að finna svona deild við sitt vaxtarlag og sinn aldur. Og þetta nú bara þessi skemmtun, þar sem að koma saman gamlar kempur, það koma saman fyrirtæki, koma saman gamli skólafélagar og hittast hérna á Þórssvæðinu og yfir eina helgi þá náðu þeir að skemmta sér bara mjög vel, dansa svolítið vel og spila eitthvað á fótbolta. Pollameistarar, við erum meiri háttar pollameistarar, pollameistarar. Já, þetta var náttúrulega hugsað kannski í byrjun fyrir cirka 27 árum síðan að hvað gerir maður þegar maður er ekki nógu góður til þess að vera áfram í meistaraflokk og halda áfram að keppa í fyrstu, annarri, þriðju deild. Það setur maður bara af stað svona deild sko, og það hefur náttúrulega oft verið sko, firmamót hafa verið vinsæl fyrir það sem hafa svona dottið út og ekki ná þeim árangri sem vildu eða þá að eru búin að ná þeim árangri sem vildu en vilja samt halda áfram að spila. Þannig að þetta var ábyggilega þannig upphafi bara, hvernig getur maður haldið áfram að spila fótbolta. En þetta er náttúrulega búið að breytast að einhverju leyti, þetta er orðið miklu meiri bara gleði. Stemningin er stórkostleg sko. Það var öll það skipti sem ég hef tekið þátt, þá hefur þetta alltaf verið algjörlega magnað. Þetta er eitthvað svona upplifun sem að mjög margir bíða eftir bara þegar Pollamótið klárast, þá eru allir farnir að hlakka til næsta Pollamóts. Og það er svona sem nokkur lið fara inn í þetta til þess að vera Pollamótsmeistarar. En það held ég að séu fæst liðin. Flest liðin koma hérna til þess að bara leika sér sko. Við erum meiri háttar pollameistarar. Það er líka rosalega margir sem eru að hitta bara gamla kunninga sko, hérna á þessu svæði. Og það er líka þegar þetta er orðið árlegt að þá ertu farin að þekkja hinliðinu, þegar þú ert farin að þekkja aðila úr hinliðunum, þú ert farin að þekkja formúluna hérna sko, hvenær er skemmtunin og hvernig byrjar, hvenær er grillið, þetta sameiginlega grill. Og það er tjaldað hérna allt í kringum Þórssvæðið, það er tjaldað hérna á tjaldsvæðinu upp frá og það er hreinlega fyllist náttúrulega bara bærinn af fólki sem er komið til þess að sko, bara hafa gaman. Við erum meiri háttar pollameistarar, pollameistarar. Það er alltaf með marga sem að hafa kannski áhyggjur af því að þau kunni ekki fótbolta, það geta ekki tekið þátt í Pollamótinu, en það er nú einn maður hérna sem er markmaður og hans eina hreyfing er svona til hliðana. Og það var ekkert mikið meira sem hann gerir og hann hefur komist að því að eina sem þú þarft að kunna til þess að geta tekið þátt á Pollamótinu eru hliðarsporin. Við erum meiri háttar pollameistarar, pollameistarar. Það er mjög mikilvægt að kunna hliðarsporin. Þegar margir eru konið þeir leilegt form þegar þeir koma á þetta mót, þeir geta ekki hlaupið. Þá er gott að kunna hliðarsporin, þeir geta komið bjargaminni yfir alla helgina. Í leiknum í stæðan að hlaupa hratt fram á við og tekur bara 2-3 hliðarspor þá ertu komin á allt annan stað á vellinum, þannig að þú sýnist þeirra með miklu yfirferð sem er ekkert minni niðurferð, kannski 2 metra til að frá sko. Svo er þetta líka mjög gott að vera með þessi hliðarspor þegar þú ert á barnum. Ef þú er örtröð á barnum þá verður ítalda fram og tilbaka, þá er gott að geta tekið hliðarskrifin alltaf með. Eins og dansskólinu, ég er nú Evrópumeistari í vangadansi, þannig að þar er hliðarsporin mjög mikilvæg. Með varnarveggi sko, þá heldur bara hérna fyrir þá sem ennþá er með eitthvað þá er þetta bara hérna og þú ert búinn að blokka þetta markið er svo lítið í markið, það er svo lítið markið í Pollamótinu.